Það nóg að tala í fréttum vikunar og 5 fyrirsögnum en ég ætla að byrja daginn á fyrirsögn sem tekin af nútímanum og þetta var mjög áhugaverð frétt. Ingunn Agnes Kró harðlega gagnrýnd fyrir framgöngu sína á tímum MeToo. Og það þarna Kristín Sigurjónsson, fyrrverandi lektor við Háskólann í Reykjavík sem setti nýlega fram þessa hörðu gagnrýni á Ingunni Agnesi Kró sem svona stólpi í íslensku viðskiptalífi. Hún lögfræðingur sem setið hefur í stjórnum fjölmargra fyrirtækja og hún á sínum tíma þegar að MeToo-byltingin stóð sem hæst komið innlegg inn í þá baráttu sem var ekki mjög hjálplegt, svo ekki sé meira sagt. Það að segja, Ingunn Agnes Kró skrifaði grein í Lögmannablaðið það leyti sem að Vítalíumálið stóð sem hæst, svo kallaða. En þar voru menn úr viðskiptalífinu sakaðir hluti sem reyndust vera tóm vitleysa og reyndar var það mál svo ískyggilegt að þeir sem áttu að vera þolendur þar voru í raun og veru gerendur sem höfðu sett fram brjálæðislegar fjárkúgunarkröfur gegn þessum viðskiptamönnum. Sem sagt, í ljósi þess að þeir eru vel efnaðir menn, sagðir vera, að þá ákvaðu óheiðarlegir einstaklingar að reyna að hagnast verulega á því og einhverju mómenti þar sem þau hefur verið saman í sumarbústað, því var snúið öllu upp í einhver hræðilegt brot sem reyndist ekki vera rétt og það hefur verið vitnað það að þetta hafi ekki verið brotið á neinum en þið muni eftir þessu. Hún fór í viðtal í podcasti og til dæmis Ríkissjónvarpið gerði úr þessu mjög glannalegar fréttir bara samdægurs og næstu 3 daga eftir þá voru bara stríðsfyrirsætnir með andlitsmyndum af þessum viðskiptamönnum og þeir bara dæmdir sekir. Og Ingunn Agnes Kró í þessu hafarjöllu, hún skrifaði grein það að fyrirtæki þyrftu alls ekki að fara eftir megin reglunni saklausum sekt sönnuð. Það væri bara fyrir réttargæslukerfið en fyrirtæki mættu sannarlega haga seglum sínum bara eins og þeim hentar og að gera reka menn sem hefði verið sakaður eitthvað misjafnt því að það væri bara gott fyrir fyrirtækið að losa sig við slíka einstaklinga. Þetta væri líka að það að missa vinnuna væri svo sem ekki neitt bara, það bara eins og að missa hverja aðra vinnu, þú bara heldur áfram og gerir eitthvað annað en það bara auðvitað alls ekki þannig. Þegar að einhver misti vinnuna eftir órannsakaðar ásakanir í MeToo-byltingunni þá var hann ekki bara að missa vinnuna, þetta var hann að missa mannorð sitt og æru og fá á sig dóm götunar sem raun og veru aldrei þurrkast almennilega út, alveg sama hvaða niðurstaða fæst í málið. Og þessi orð Ingunnar Agnesar Kró í þessum pistlið þarna eða greininni inn á Lögmannablaðinu voru hreint og sagt ótrúleg. Hún hélt í fram að grundvallarregla réttarríkisins, saklausum sektir sönnuð, ætti ekki endilega við í viðskiptalífinu og að fyrirtæki hafi þurft að taka ákvarðanir brotningu starfsmanna út frá orðrómi og líkum fremur en staðreyndum. Hún sagði, þegar reglunum saklausum sektir sönnuð beitt, þá það í refsimálum þar sem dómarar taka ákvarðanir út frá hagsmunum ríkisins, byggja ákvarðanir sem teknar innan fyrirtækja á sömu hagsmunum, spurði Ingunn. Ingunn sagði stjórnir fyrirtækja eingöngu bera ábyrgð á að fyrirtækjum farnaðist vel og að hagsmunir fyrirtækja skyldu settar ofar réttindum einstaklingsins til að verja sig og varpaði fram spurningunni ég að sinna starfi mínu sem stjórnarmaður ef ég bregst ekki við leið og ég heyri orðrómum að brotið hafi verið gegn manneskju. Þannig að hún svona ýtti undir þetta að fyrirtæki ættu að taka fullan þátt í þessum slaufunarkúltúr og bara reka menn umsvifalaust án allra rannsóknar. Og aftengja þannig réttarríkið og lögreglurannsóknir til dæmis en þegar lögreglan í raun og veru eini þar til bæri aðilinn til að skera úr mál þar sem að hún hefur rannsóknarheimildir og getur rannsaka mál, stjórnir í fyrirtækjum hafa ekkert slíkt, þau hafa ekkert umdæmi og geta í raun og veru ekkert rannsaka mál almennilega en hún vildi sem sagt meina að það væri bara gott og gilt og eðlilegt að fyrirtæki getur rekið menn án rannsóknar vegna óljósra ásakana. Og við sjáum öll í dag hversu mikil skaðræðis
hugmynd þetta að setja þetta svona fram á þessum tíma, hún sem svona máttarstólpi í atvinnulífinu sem hlustaði á, þetta hafði náttúrulega gríðarlega ömurleg áhrif á alla þessa bylgju sem að reið yfir landið. Og hún vitnaði þarna í tölfræði sem stendur á brauðfótum. Hún reyndar réttlæta þessa nálgun með því að vitna í rannsóknir sem hún sagði sína að 90-98% brotaþola segi alltaf satt og aðeins 2-10% tilvika feli í sér rangar sakagiftir. En þar var hún að vísa í tölfræði sem kom út í stóri rannsókn árið 2010 þar sem var farið yfir 136 nauðgunarmál yfir 10 ára tímabil og í þeirri rannsókn reyndust 8 mál vera falskar ásakanir. En ekki var tekið með í reikningin þegar einstaklingur var sýknaður og ekki var heldur minnst á hversu mörg þessara mála enduðu með sakfellingu, heldur einungis einblínt á í hversu mörgum tilfellum tókst að sanna að var að ræða upplofnar ásakanir. Sönnunarbyrði í slíkum málum mjög þung, bæði þegar að ræða ásökun kynferðisbrot og að samaskapi þegar að ræðir falska ásökun sams konar brot. Með sömu aðferðafræði væri nefnilega hægt að vísa til þess að í Bandaríkjunum endi 25 af hverjum 310 tilkynntum nauðgunum með sakfellingu eða 8% tilfella og með sömu túlkun væri því auðvelt að halda því fram að 92% þeirra sem að sakaðir væru þennan hræðilega glæp væru saklausir. Augljóst að slíkar tölur endurspegla ekki raunveruleika. Það hlýtur því að teljast mjög vafasamt að fara fram á að svo mikilvægar ákvarðanir séu teknar út frá meingallaðri tölfræði, segir hérna í frétt nútímans. Og Kristinn Sigurjónsson, fyrrverandi lektor hjá HR, hann gagnrýndi þetta harðlega og sagði meðal annars að Ingunn Agnes Kró hafi þarna hort algjörlega framhjá einu grundvallaratriði að ef fyrirtæki reki einstaklinga vegna ásakana alvarlegt brot þá fylgir því ekki bara atvinnumissir. Hann ekki bara að missa einhverja vinnu, heldur verður hann að missa mannorð og starfsferli hans rústað þar að leiðandi. Þannig væri dómgreindaresturinn í raun stjórnandans sem aldrei þyrfti að svara fyrir það né taka neinum afleiðingum á brottrekstrinum. Slík nálgun gæti haft skelfilegar afleiðingar fyrir einstaklinga sem jafnvel væru saklausir en væru eftir sem áður fordæmdir af samfélaginu. Kristinn tekur fram að MeToo-hreyfingin hafi vissulega byrjað með réttmætum áhyggjum af kynferðisbrotum og misbeitingu valds en að hún hafi þróast fljótt yfir í réttarfarslegt óreiðu ástand þar sem ásakanir einar dugðu til að eyðileggja líf fólks. Hann segir að viðhorf eins og þau sem Ingunn Agnes Kró boðaði væru beinlínis hættuleg og græfu undan grundvallar réttindum einstaklinga. Ekki síst þegar slíkt kemur frá mannesku sem sæti í stjórn fjölda fyrirtækja og væri þar með þannig völd að hennar persónulegu skoðanir geti haft mikil áhrif á afkomu fólks. Ingunn Agnes Kró var sem sagt þarna að ýta undir réttarmorð og mannorðsmorð á einstaklingum sem höfðu lent í því að vera sakaður eitthvað, eins og við vitum kom síðar ljós að hver sem lent í því að vera sakaður eitthvað misjafnt. Það voru allir á nálum hérna hreinlega bara því að það hafa allir lent í sambandsslitum einhvern tímann, það hafa allir sagt eitthvað, það hafa allir stíð einhverjum tær, en það voru bara karlarnir sem voru útsettir fyrir því að nú skildi mál þeirra eða æra þeirra sett einhvern veginn á gapastokkin. Og það segir hérna í lokinni, ef stjórnir fyrirtækja geta þannig hengt upp saklausar manneskjur og grundvelli sögusagna erum við komin á mjög varasama braut. Réttlæti verður að vera í boði fyrir alla, ekki bara þá sem fjölmiðlar eða hagsmunahópar velja að styðja hverju sinni. Það verður aldrei og hefur aldrei verið ásættanlegt að refsa fólki án sönnunar, sama hversu mikill þrýstingur frá samfélaginu, sagði Kristín að lokum. Já, þetta er sláandi að rifja upp mörg þessara mála í dag árið 2025. Það eru bara liðin 3-4 ár kannski síðan þetta stóð sem hæst og við erum strax farin að sjá hversu galið þetta var allt saman í raun og veru. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.